Vel líka. Já, þetta var skemmtilegt ár, 2012, það var svona skemmtileg hlutir að fá að upplifa þetta, sem maður hefur svo sagt víða, að svona dæmi skildi ganga upp og fá að upplifa þetta bara aftur. En auðvitað er maður svo sem margir á sig að vera að tala um comebacki sem ég hef verið að grínast með svona gegnum árin og að en auðvitað hefur maður ekkert farið neitt, maður er bara verið að byggja þessa aðstöðu upp og vinna fyrir henni og alltaf stunda þessa hestamennsku og tamið. Og þú hefur náttúrulega verið mjög mikið erlendis og við vorum að tala um það áðan að hann er ekkert búin að vera mikið heima, svona, er það svona í gegnum tíðina? Það er svona árstíðabundið, það er mikið á haustin burtu. Og svo reyndar svona, þetta þegar við vorum að byggja og kaupa og börnin lítil og allt þetta, þá náttúrulega var hann miklu meiri burtu heldur en við höfum viljað, bara vegna þess að þetta var náttúrulega bara stærsta tekjulindin. Og er það þess virði? Það er meira núna. Núna er þetta orðið meira svona haustin og svo kannski 1-2 ferðir í mánuði á vorin. Ég þess virði, ég veit gott að hugsa tilbaka núna að ég myndi segja mörguleit ekki, vegna þess að maður er svona búin að missa af þeim krökkunum og svo miklu og sérstaklega núna það skeiði það að maður svona misti aðeins fjöður úr heilsunni núna í haust og fekk smá lent upp á hjartadeild hjá þeim spesialistunum þar og þá fær maður náttúrulega líka til þess að hugsa ennþá meira og með svona hluti en þannig að jú, það var gott að vera í góðri aðstöðu og berjast fyrir eiga hana og vera sjálfsins herra. Það er náttúrulega það sem hefur alltaf verið markmið hjá okkur Svangvíti að vera sjálfs okkar herrar og temja og komast á það stig í þessari hestamennsku að vera að temja sín eigin hross og rækta og vera með alla pakkan. Glóðafeykir, hann er náttúrulega sannarlega afsprengi ykkar ræktunar. Já, svona hann má segja kemur eiginlega meira úr Svangvítar hlutanum, það er að segja Glóð þau eiga hana saman, pabbennar og svona, en svo er hún aftur á móti undan Funa sem ég reið á 93. Já. Sælla minninga. Já, það var kannski einn af þeim hestum sem við sjáum hvað mest eftir frá okkur, er þetta ekki sammála því svona? Jú, hann er einstakur. Það var einstakur hestur alveg og raun og veru er hann mjög líkur afa sínum, móður afa sínum, hann Glóðafeykir Og hvernig er þessi árangur svona í samanburði við annað? Nú ertu nú engin nýgræðingur í þessu, búin að taka þátt í mörgum heimsmeistaramótum og Norðurlandamótum og hvernig var þetta? Já, maður er svo sem búin að vera með í þessum heimsmeistar og Norðurlandamótum með annan fótið síðan 87 og það er áður 86, það var stórt landsmót fyrir mig og þá vann ég náttúrulega síðast á júní en auðvitað er þetta stórt að vinna en kannski eiginlega má segja það að núna þegar svona kannski maður er orðinn aðeins reyndari og þá svona fer maður að hugsa öðruvísi og þá svona kannski stærsti sigurinn á landsmótun var það að þarna er til dæmis hestur sem við Svangvíti ákváðum að þetta verður bara hestur sem ég myndi bara þjálfa og það er þó hann hafi unnið landsmót í ár þá er ég ekkert búinn að þróa hann í það sem ég langar að gera og ég er að þróa sjálfa mig leið og að keppa á honum þarna til dæmis stærsti sigurinn fyrir mig persónulega er að ég reið honum eins og mér langaði í honum en náttúrulega keppnisknapi hann ríður eins og hann veit að dómararnir vilja það en nú ríð ég eins og ég vil gera það þannig að það er kannski munurinn og það var kannski stærsti sigurinn að ég gerði það ég hefði líka geta verið að þjappa í þetta styrða eins og sumir gera og ég vil ekki segja allir en það sem að heillar virðist vera mest í dag það er þessi sem að ég hef kannski krítiserað
í svolítið reiðmennskunni, hvernig þetta þróa svolítið, og það er að þessi mýkt og fjaðurmagn og þetta libra er svolítið að hverfa, en mikið að hverfa, og skýrustu dæmin er bara hinum með við hafið í Bandaríkjunum, hvernig þar hefur heilu hestakynna hafi verið eyðilögð og bara hnignað og reiðmennskan og leið þar, sko. En er þetta ekki svolítið kannski það sem að ske núna, og við kannski þurfum að sjá meira og meira að fólk utan að heimi og hérna heima töluvert fer í raunin að biðja hestvænni aðferðir? Er það ekki það sem að... Jú, sko, hestvænni og kannski að það taki þann tíma sem það þarf, sko. Allar þessar stuttu, einföldu beygjur sem að menn eru að taka, sko, og kaupa græjur sem að, þú veist, sko, sem eiga stytta ferli, sko. Það er eiginlega ekki... Jú, það er margt sem getur hjálpað, sko, ef það er rétt notað eins og þessi gullni meðalvegur, eins og við segjum. Sé notaður, en eftir stendur að þessi reiðhefðir sem að menn þekktu og kunnu, og það er hinn rauði þráður í hestamennsku, og bara hestur þarf sinn tíma, það er svo einfalt, sko. Hvað er svona uppáhalds hjá þér, svona ef þú fer bara tilbaka? Já, það er svo margt, sko, það er svo margt í huganum með, eins og ég segi, þetta gerir fjallaðin fjöllin blá og hérna, alltaf hefur nú leira frá Þingdal, sem er nú ættmóðurinn hérna flestum hestum, verið svona hest í mínum huga, sko, en þetta komaðir hérna, ég var alltaf mjög hrifinn og við erum mjög hrifinn af Sauðárkrókshestunum. Og því fasi sem og þessu virðulega í þeim hrossum sem að Sveinn náði svo vel fram í sinni ræktun. Svo koma tíma það sem að kannski þeir hafa sum verið kritisir fyrir að kannski verið ekki með þetta ofsa sveiflu fótaburð, en þá er spursmál hvað er fótaburður, og það er svolítið gaman að velta, það er efni í heila grein hvaða hestar hafa svo sem gefið það. Fyrir mér er það eiginlega bara gegnum þessi 30 ári í kennslu þá svona, og hestamennsku, þá er nú bara eitt sem stendur upp úr sem að gaf fótaburð, sem að var út af ykkur beinabyggingu eða vöðvabyggingu eða eitthvað sem að þau sveifluðu öll eitthvað neginn. Alveg sama hver satt á þeim? Það var kulur frá Eyrarbakka. Ég kynntist mörgum aðkvæðum út í Noregi undan út á honum, sko. En svo er önnur hross sem eru bara venjulega hágeng, hvað sem er, undir venjulegum knapa, undir venjulegum kringumstæðum, og svo bara hvernig þau þróast í söfnun, og bæði rangri söfnun og réttri söfnun. Það er hvernig menn porra upp og það allt saman, og hvernig sílíkonið virkar. Virkar á þá. Þetta eigaði nú eitthvað eftir að þessir fornleifafræðingar, svona, þegar okkar tími verður löngu liðin og allt gleymt, þá þeir eru að fara að krukka í gröfunum, sko, þeir eru að fara að finna allt þetta sílikon, bæði svona þetta sílikon og í hófunum og allt þetta. Hvað notað er þetta í? Þetta virkaði, sko. Þetta verður einhver tómt óöðin, sko. Þetta er vinsælt, þetta er í tísku. Ég er svo talandi þetta sílikon, sko, ég vil bara þetta burtu, sko, eins og Þorkell heiti Bjarnason, bara sameina, sagði ég, sko, bara sameina þessar reglur, allt eins, burstum þetta sílikon, hvar sem það er. Hvar sem það er. Og það er nú, sko, þetta er orðið svo miklar öfgar í hestamennskunni, og ég nefndi nú áðan hérna Bandaríki, sko, þar eru öfgarnar nú mestar, sko, þegar sko, það er ekki nóg að vera meistarar í þessu, og ekki bara í hrossunum, sko, og líka náttúrulega í hinnu líka, sko, þegar konurnar hann að tala saman, og þeir þykir það flott, sko, þetta er nefnilega hættan, sko. Hættan er að við getum ekki hætt. Akkurat, og þetta er sama í hestamennskunni, öfgarnar verða meir og meir, og það er enda í óefni, eins og bara það er bara, það þarf meir og öflera græjur og allt þetta náttúrulega og þetta þessi flotta fimi í þessu öllu saman
hverfur, sko, þá var gildin önnur, sko. Já. Eins og ég líki þessu saman við kettlingarnar í Kaliforníu, sko. Við endum bara þannig. Ég finnst það ekki fallegar. Nei. Með hérna átt í vörunum og það er alls ekkert. Nú bara ránkvelum Svana augunum. Sanna, þú ert ekki með sílikon eða? Nei, ég hef ekki þurft þess að en það er spurning þegar maður verður eldast hvort það er eitthvað sem maður þetta greinlega ekki, ég held að einu myndi skilja það. Já, ef þú verður leið á honum, þá veistu hvað þú gera. Nei, ég veist ekki. En hérna, sumarið í sumar, hvað var það svona sem heillaði ykkur? Dömurnar, ef ég spyr ykkur. Hvað var flottast? Náttúrulega mest pabbi. Já, pabbi. Það var náttúrulega bara þannig. Þú taka áramótaskaup á þetta, það var bara pabbi. Nei, guð mig góður, það voru svo óbúslega margir flotti krakkar og unglingar en það voru margir flottir hestar, guð mig góður. Einar. Ég segi nú bara sama, þetta er það jákvæða við stöðun í dag, að það er ofsalega jákvæð þróun á mörgu leyti og það er opbúslega duglegir krakkar og maður þarf svo sem ekkert að hugsa tilbaka þegar maður var sjálfur, sko, maður var nánast með kúrgatt og indjarnafjöður þegar þessa krakka, sko, að hleypa yfir einhverja skurði og berbakt einhver staðar út í mýri. Það var betra að verða en ég finnst gaman að sjá þetta, hvað þetta er duglegir krakkar, sko, en tek undir hjá Svönu að það er svona, en þar komum við svo sem að því að dómar þurfa náttúrulega, þeir eru í svo ofboðslegri mikilvægri stöðu að dæma þetta, sko, hvort það sé verið að ríðast stífri keðju og þjappa en til þess að fá eitthvað meira falskt fas og svo framvegis, sko. En það sem ég var að standa upp úr, sko, var til dæmis það er svona búin að dreifast þessi ræktun, sko, hvernig maður sér hesta í gæðingakeppni og kippódónum og allt þetta, það er svona mikið af góðum ræktandum, það er mikið af góðum hrossum sem koma héðan og þaðan, það er svona jákvætt, finnst mér, og svo fannst mér, ég verið að viðurkenna það, ég var einn af þeir sem var frekar neikvæður að fara til Reykjavíkur, mér fannst mótið 2000 alveg ómögulegt, en þetta þeim er betra og þar sem sá ég svona þetta landsmót að þarna kom upp örlítið öðruvísi en gamla svona landsmótstemningin sem ég man vel eftir, mér var skemmtilega þegar menn ríðu á mótin og það var þeir sem komu ríðandamótuna sunnan eða norðan eða suður og svo framvegis að menn voru á mótunum og voru með sína reiðhesta þarna og riðu út á kvöldin og hafðu gaman. Og þessa stemningu sá maður. Já, það voru meitt margir sem voru með að ríða út á kvöldin og til dæmi, sko, fannst mér svo skemmtilegur, sko, ég veið bara tekið ofan fyrir fáksmönnum. Það er svona meir en maður segir sömu aðra að maður var bara þarna velkominn og hvað þá að borga fyrir það eitthvað þarna var maður bara velkominn hesthúsið eins og við vorum þar komu þarna til dæmis 3 þýskar stelpur og hvort mættu kíkja hann inn og þá hitti ég þær og þekkti þær ekkert, sko, það er ekki mig og heyrðu þá var þeim bara búið í reiðtúrnir og stíflu. Ég meina, this is Iceland og svona á þetta að vera og ef að menn gætu haldið þessum nótum, þar sem að menn gestristnin og gleðin við völd og síðan fagmennskan, þá og eins og þetta mót var alveg til fyrirmyndar. Og þetta það sem maður er að leyfa sér í dag að njóta þess að vera hestamaður og þjálfa hestana. Þannig að ég held að við séum nú öll í því við fjölskyldan að bara þróa okkur og Þið ætla að gera betur í ár? Já, hvort sem það komið fram á einhverjum mótum eða ekki, þá var svolítið skemmtilegt að segja því út að þeir sátu vinnirnir, komlu toppreiðmennirnir, annar var á dánabeðin og hinn satt yfir honum og hans þeir voru svona að spjalla saman sagði kallinn, það var svo sem allt í lagi að fara að deyja núna. Það versta,
það er það loksist þegar maður skilur eitthvað í þessari reiðmennsku að þurfa að fara. Það var eina sem maður sá eftir, sko. En þannig svona átt að vera. Við hérna alveg fram á síðstundu verðum við að berjast í þessu og temja og rækta og þjálfa og þróa sig. Og hafa gaman að því. Það er númer 1. Tækir sig ekki óalvarlega. Nei, og það er nú það sem maður vill gjarnan deila áfram í hestamennskunni og það er sérstaklega ungviðið og að þau komist í að fá ít undir þetta bara skemmtunina við þetta. Alvarlegheitin og léttleikan og ferðalögin og þjálfa og alvarlegheitin og allur pakkinn. Þannig að maður færi þetta áfram, þessa gleði bara að vera í þessu. Ég ætlaði bara að þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Líka trufla ykkur lengur í dammingunum. Og þetta er orðað á Jörgur, ekki? Hún er að temja hérna innan. Já. Ég má ekki koma nálægt í. Nei. Hún heldur í skemmi eitthvað. Já, ekki þetta bara að skemma. En hérna bara gangi ykkur vel í vetur og takk fyrir spjallið. Takk.